Svo ætlum við að ræða við Jón Fjörni Thoroddsen sem gagnrýninn á þá sem voru fremstir í flokki í viðskiptalífinu og skrifaði bókina Íslenska efnahagsundrið. Og hér hjá okkur Jón F. Thoroddsen, hann búinn að skrifa bók, mikla bók Íslenska efnahagsundrið sem hann kallar svo og velkominn. Takk fyrir. Og þú ert meðal annars í þessari bók og kemur náttúrulega inn á margt en meðal annars ertu að tala það hvernig að fyrirtæki hýfðu upp eiginfjárhlutfall sitt með því að selja jafnvel sömu eigunar á milli sín aftur og aftur og kannski var þetta dæmið það sem við sáum þarna áðan. Er þetta gott dæmið það? Já, ég myndi segja það. Þetta mjög gott, eitt besta dæmið það og ótrúlegt í rauninni að við höfum verið svona svolítið sofandi að þessu. Þetta hérna myndast 10 milljarða hagnaður á 6 mánuðum og það bara með því besta sem gerist í viðskiptum. Það 30% á mánuði að jafnaði á eigið féð sem hún leggur í þetta. En þarna náttúrulega viðtal við Hannes Smárason og hann svarar ágætlega fyrir sig og einhverjir trúa honum og fljótlega fennir í sporin. Fjármálaeftirlitið, það heyrist ekkit í því varðandi þessi viðskipti og fljótlega förum við bara að beina augum að viðskiptasigurum Hannesar. Og menn gleyma þessu máli. Þannig að þetta svona eitt af þessum stærri málum í íslensku viðskiptalífi á síðustu árum. Já, og kannski til mörg svona dæmi og allt þetta nú til rannsóknar. En þú ert að rekja margt í þessari bók og meðal annars kemur aðeins inn á það að vera að tala veltubækur bankana og hvernig þær voru notaðar til þess að kaupa hlutabréf. Útskýrðu aðeins fyrir okkur hvernig það fór fram. Jú, veltubækur bankana hafa ákveðna svona fjárfestingaheimildir. Hann geta keypt bréf í eigin banka. Þannig að Kaupþing getur keypt kaupþingsbréf af markaði og Glitnir getur keypt Glitnisbréf af markaði. Hins vegar má bankin ekki eiga nema ákveðið hlutfall í sjálfum sér. Þegar bankin fer að eignast of mikið í sjálfum sér þá fer það að skerða lánshæfismat og kemur niður á öllum kennitölum bankans. Þannig að þess mikilvægt að bankin eigi ekki of mikið eigin bréfum. Vissulega fínt að eiga ákveðin bréf og selja síðan til fjárfesta í stærri skömmtum ef áhugi fyrir hendi. En þarna árið 2007, seinnipart ársins 2007, þegar Kaupþing komið á neikvæðar horfur hjá Moody's, fjárfestingaráðgjöf, þá gerist það að eftirspurnin eftir íslensku bréfunum minnkar. Það engin erlendur áhugi á íslenskum bankabréfum og Glitnir kaupir eigin bréf og ákveður sem sagt, bækurnar fullar, þeir komnir upp í 5%, að tæma eigin viðskiptabókina og þá verður búið til félag sem heitir Steam. Og það mikið verið fjallað þetta félag og það ekkert nýtt þetta félag í þessari bók að segja, annað en það sem vekur athygli og þegar ég var starfandi á markaði þá sá ég þetta félag, allt í einu komin eitt stærsti hluthafinn í bæði Glitni og FL Group, búið að kaupa fyrir 25 milljarða króna. Og hlutabréfaverðið var svo hratt lækkandi á þessum tíma að það sem gerist að ég slægi þessu bara inn með þetta fyrir fram að mig daglega og sé tapið sem að myndast. Daglega upp á 10 milljóna, vikulega 100 milljóna sem þetta félag að tapa. En seinna kom í ljós að það var aðeins lagt takmarkað fé inn í þetta félag og það tapaðist allt en síðan var ábyrgðin einhvers staðar annars staðar og það tap hefði átt að sjást í ársreikningum Glitnis, segi ég. Já, og Glitnir náttúrulega lánar fyrir kaupunum á hlutabréfunum. Og Glitnir lánar sjálfur og svo kemur ljós eignarhaldsstím sem enginn vissi og þegar það kemur upp úr dúrnum að Glitnir eitt stærsti hluthafinn í Steam, eða stærsti einstaki hluthafinn með 32,5%. Og þá Glitnir sem sagt báð með borðið og Glitnir eigandi eigin bréfa þarna. Og þarna einhver blekkingaleikur ásamt síðan fjárfestingafélagi Byr Sparisjóðs og síðan Saga Capital. Já, en þú ef við tökum þessi tvö dæmi sem við vorum að tala áðan, hvernig Sterling var keypt fram og tilbaka og svo þetta Steam dæmi, eru þetta þínum að ólöglegir gjörningar eða eru menn bara einhvern veginn að fara á svigið og komast einhvern veginn í kringum leiðin? Nú þetta, ég held að bæði þessi mál séu til rannsóknar. Ég ætla ekkert að tjá mig þetta Sterling mál frekar. Leyfum því bara að hafa sinn gang. En mér finnst alveg blasa við að þetta Steam mál sé dæmi markaðsmisnotkun. Og það sem ég hef verið svona aðeins að benda á, það þetta viðskipta siðferði sem hefur svolítið farið með okkur sem þjóð, að þarna í þessu tilfelli merkilegt að það eru 2 kennarar í löggildri verðbréfamiðlun starfandi bæði hjá Glitni, verðbréfamiðlari,
og annars vegar í framkvæmdastjórn Saga Capital. Það sem sagt eru tveir aðilar sem að kenna öllum verðbréfamiðlurum hvernig eigi að haga sér á markaði og þarna allavega sterk lykt af markaðsmisnotkun, getur maður sagt. Og það maður velti vöngum yfir þessu. Já, en þú varst sko verðbréfamiðlari sjálfur og vannst hjá Byr Sparisjóðutæki. Jú. Fannst þér eins og fólk var alveg búin að týna sér í þessari stemningu og svona missa sjónar á siðferðinu? Fannst þér það sjálfur? Hvað sjálfa mig varðar, já, ég get bara sagt það. Já. Ég held að við höfum svolítið öll bara gleymt Guði stund og tapað okkur svolítið í græðginni. Og ég gerði það. Ég trúði því upphafið þegar ég byrjaði á þessu markaði 2005 að þetta væri fullkominn markaður á Íslandi, lítill markaður. En svona seinna þá fer maður einhvern veginn að átta sig á því að það eru undarleg lögmál sem gilda. Ekki þau lögmál sem að lærði í viðskipta- og hagfræðideild Háskóla Íslands kannski að öllu leyti. Þannig að það svona einhver lærdómur sem að síast smá saman í gegn og í mínu tilfelli þá áramótin 2007-2008 þá maður svona kannski komin á orðin mjög hikandi gagnvart kerfinu okkar, skulum að segja. Hafandi það að finna þetta stím, fylgjast með því og byrja svona að missa trúna. En samt sem áður verandi á markaðanum heldur maður áfram að lesa íslenska fjölmiðla sem alltaf að segja kaupþingar sterkasti bankinn, hátt skuldatryggingar álag, þýðir ekki neitt. Við erum ekki með bandarísk undirmálslán. Þetta eru sterkir og góðir bankar. Útlendingarnir eru öfundsjúkir. Það var alltaf verið að viðhalda einhverju blekkingu, sem sagt. Já, ekki alltaf. Við trúðum náttúrulega á það sem við vorum að gera. Ég held að flestir hafi gert það á markaðinum. En síðan tekur við einhver punktur sem við getum ekki snúið tilbaka. Já. Þú talar svolítið lífeyrissjóðina í þessari bók þinni, Íslenska efnahagsundrið, og þú ert að lýsa því hvernig bankarnir og stór fyrirtæki gerðu sitt til þess að svona innan gæsalappa ná þeim á sitt band, til þess að fá þá til þess að vera með í fjárfestingum og leggja pening í púkið. Hvernig fór þetta fram? Já, sko, við skulum bara, ég ætla ekki að fara að verja Hannes Márásson hérna, eða aðra útrása víkinga, en það kannski ósanngjarnt að taka hann einan út fyrir sviga og gleyma öðrum. Og ég vil náttúrulega meina að þessir viðskiptasnillingar eða hvað við viljum kalla útrása víkinga eða menn geta kallað á hvaða nöfnum sem við vilja, að þeir fengu lán, þeir fengu trú hjá íslensku bönkunum, fengu fjármagn þaðan. En íslensku lífeyrissjóðirnir, það eru sameign okkar allra. Það eru peningarnir okkar. Og það ber að fara vel með þá. Og bankarnir geta lánað einhverjum sem þeir trúa og braska með það og tapa og hugsanlega lendi það að tapa einhverju leyti á þjóðinni. En fjármunir, sparisjóðuna og lífeyrissjóðuna, mér finnst eins og Helgi Vilhjálmsson gói hefur lengi barist fyrir, það er takmarkað hvað við eigum að braska með þá. Já. Og tengst lífeyrissjóðuna við stærstu bankana og aðgerðir og aðgerðarleysi lífeyrissjóðana í bæði uppsveiflunni og síðan núna síðasta ár 2008 með það að selja hugsanlega ekki hlutabréf eða halda áfram að kaupa hlutabréf. Maður setur spurningamarki við það. Ja, og hvað að gerast þarna? Akkur losa menn sig ekki við bréfin þegar þau byrja að lækka og akkur þetta allt svona samofið? Já, einhver vilja segja að það var ekki hægt að selja bréfin. En ég segi, ef þú ert með eitthvað sjóð og það er markaður og þú getur selt bréf og fengið verðmæti í staðinn fyrir 0 krónur þegar bankinn fer á hausinn, áttu þá ekki að selja bréfin? En menn kannski sáu það ekki alveg fyrir að bankinn fer á hausinn, heldur þú kannski að vona að þetta veri niðursveifla og eftir henni kemur uppsveifla? Jú, það er náttúrulega, sko ég sem sjóðsfélagi og hafandi samskipti við þessa lífeyrissjóði, þá skoðaði ég eignasafn míns lífeyrissjóðs og hringdi í hann miðjan september 2008 að rétt árinni fyrir frí og kemur aftur úr frí þegar Glitnir tekin yfir. Og það var svari, ég sé að þið eru ennþá með alveg fullt af bréfum í bönkunum, nú þetta mjög hættuleg bréf, bankarnir undir miklu álagi, ætluðu ekki að selja meira bréfum eftir lífeyrissjóðu Verslunarmanna og í samtal við mann í eignastýringu. Og það er svona sama viðkvæðið ofta áður, nei, það er ekki stefnan, við ætlum ekki að selja bréfin. Og svona hluta til, sko þetta samtal, svona, þá er maður að velta fyrir sér, eru lífeyrissjóðnir orðnir of involveraðir inn í útrása víkingana? Þeir dönsuðu í takt við útrása víkingana, lífeyrissjóðnir. Og hver eru lífeyrissjóðnir? Það er náttúrulega allt fólki í landinu, en hver er stjórnaði? Stjórnir lífeyrissjóðana og stjórnendur í eignastýringum, það er fólk sem að mér finnst að
að mætti rannsaka eins og útrásavíkingar og ætti að gera. Já. Ég fullyri það. Já. Og þú ert að tala um það í bókinni að þetta fari nú stundum þannig fram að það sé verið að gefa þessu fólki gjafir til að liðka fyrir ykkur eða hvað? Já, það hefur náttúrulega tíðkast og það voru haldnar miklar veislur og auðvitað vorum við í allt öðru ástandi þá en í dag. Það er ekkert hægt að bera þetta saman og mörgum þykir eðlilegt að þiggja dýrar verðmætar jólagjafir, fara í dýrar laxveiðiferðir því að þetta eru margföld laun sjóðsfélagana sem að ákveðnir einstaklingar að þiggja. Og þá spyr maður sig, eru þessar gjafir, eru þær að trufla þessa starfsmenn? Hvers hagsmuna hverra eru þeir að gæta? Og þeir eiga að vera að gæta almannahagsmuna. En allir þetta almennt, allir að þykja, þú talar svolítið almennt um þetta, allir spiltir þarna? Ég nota nú ekki þetta orð, en sko, stærstu lífeyrissjóðirnir, þeir náttúrulega höfðu mesta aflið. Lífeyrissjóður starfsmanna Kópavogsbæjar sem hefur verið í umræðinni var pínulítill lífeyrissjóður. Ég skora á menna að skoða stærstu sjóðina, fjárfestingarstefnu stærstu sjóðina og ákvarðanatöku þeirra aðila sem stjórnuðu þar. Miklu frekar heldur en að vera elta þennan litla lífeyrissjóð uppi. Hann fer vissulega út fyrir lög, en við skulum skoða, sumir hinna sjóðuna fóru kannski ekki út fyrir fjárfestingaheimildir, en aðgerðir og aðgerðarleysi, mér finnst það vera að rannsaka það. Já. Svona örstutt í lokin, það eru margir brugðist harkalega við þessari bók þinni og hún hefur verið gagnrýnd sums staðar, þú gangir á langt í fullyrðingum og annað. Ertu með allt staðfest af því sem þú ert að segja í þessari bók? Sko, ég vinn þetta þannig að það eru náttúrulega mikið af sögum og sögusögnum og hinn og þessu. Við tökum það allt út eins og við getum. Það vissulega urðu okkur smáægileg mistök varðandi túlkun á okkur samtali, en það sem er hérna það er mjög vel staðfest því að það er búið að fara það vel í gegnum bókina að við erum ekki með neina rangfærslur og við ályktum ekki út frá neinum sögum í þessari bók. Ég náttúrulega sjálfur starfað á þessu markaði, þannig að ég þekki þetta. Og þú byggir þetta á því? Ég byggi þetta allt á því, já. Takk kærlega fyrir að koma í Kastljós. Já, takk fyrir.